Nú ætlum við aðeins að skoða hvað snertill, strengur og sniðill er og eitt og annað í viðbót. Teiknaðu snertil við hring. Snertill er, ef ég teikna hring, þá er snertill strik sem snertir hringinn akkurat í einum punkti. Það er kannski ekki svakalega vel teiknað hjá mér. En þá teiknum við hring og ég ætla að teikna snertill á hann hér. Þá teikna ég strik úr miðpunkti hringsins og fer bara svolítið langt út fyrir hringinn. Síðan tek ég hringfara, ég set oddpunktinn hér og ég finn hvað hringurinn er stór. Það er að segja, set oddpunktinn í miðjuna og stilli blýantinn á þannig að hann fari yfir hringferilinn. Og ef ég notaði hringfaran upphaflega til þess að teikna hringinn, þá hef ég hann bara óbreytt, þannig þá er hann tilbúinn. Síðan set ég oddinn niður hér og ég finn út hvar ég fæ annan geisla fyrir utan. Þá er ég komið einn geisla hér og svo annan hér. Þannig að þessi punktur er jafn langt frá þessum punkti og þessi hér. Þetta bil og þetta bil þau eru jafn löng. Síðan breyti ég hringfaranum, breikka bilið á milli og ég set oddpunkti niður. Það skiptir raunar engu máli hvort ég byrja hér eða hér. Ég byrja hér og ég teikna hringferil sem lítur svona út. Svo set ég oddpunktinn hinum megin og ég teikna hringferil sem lítur svona út. Þetta nú kannski að vera örlítið nær. Og þá er ég komið með 2 skurðpunkta hér. Þessi punktar eru jafn langt frá þessum línum hér. Þannig að línan sem kemur á milli þeirra, hún er alltaf jafn langt á milli. Sjá, ég ekki alveg, því ég er ekki að nota reglustiku í þetta. Þið séu að hann fer akkurat í gegnum þennan punkt. Þegar maður gerir þetta með alvöru hringfara og alvöru reglustiku þá á þetta að vera akkurat. Þetta er snertill við hring. Ef ég vil hafa hann einhvers staðar annars staðar, þá teikna ég strikið, þetta hérna strik, bara í einhverja aðra átt. Það er alveg sami hvað átt ég gerir þetta. Snertillinn kemur alltaf á hringinn, hornrétt á þessa línu. En þetta strik sem ég er að teikna, þetta er í raun og veru miðverill á þetta strik hér, frá þessum punkti í þennan. Ég sýndi ykkur í síðasta myndbandi hvernig það er gert. Það eru nokkur hugtök í tengslu við hringinn sem ég ætla að skoða. Og eitt af því er, ef ég teikna miðpunktinn hérna, þetta köllum við miðjuhorn. Og ef ég teikna, við segjum að þetta miðjuhorn spanni þennan boga hér. Ef ég teikna horn hérna út við, og það er alveg sama hvar ég teikna það. Ef ég teikna það hér eða hér. Þessi horn, bæði hérna, spanna bæði þennan boga líka, en þau eru ekki í miðjupunktinum heldur út við hringferilinn annars staðar. Þessi horn er alltaf jafn stór. Meðan þau spanna sama boga og það sem meira er, þetta heita ferilhorn. Ferilhorn er helmingurinn af miðjuhorninu. Þannig ef þetta horn er 80 gráður, þá er þetta 40. Ég var búinn að útskýra fyrir ykkur hvað snertill er, en lína sem liggur svona á milli kallast strengur. Ef hann fer í gegnum miðjupunktur heitir hann miðstrengur, en ef hann fer í gegn heitir þetta sniðill. Og ég var búinn að tala um að þetta er miðverill og miðpunktur. Það er svo sem ekkert óskaplega fallegir hringir hjá mér, en þið áttuð ykkur á því hvað ég er að tala um.